Halló. Ég var búin að lofa að sýna ykkur það sem ég kláraði í sumarfríinu og ég ætla að sýna ykkur hverju ég er að vinna í núna, hvað er næst á döfinni og kannski að útskýra áskriftarbúinn. Það sem að, fyrir sumarfrí eiginlega byrjaði ég á peysu sem að ég gat aldrei póstaða því að hún var gjöf til tengdadóttur minnar og þannig að ég er ekki heldur með hana hérna núna til að sýna ykkur. En ég skal reyna að setja mynd svona einhvers staðar, þú veist, þarna eða eitthvað, þar sem þú getur séð þá peysu. Ég var að nota í hana Finery og Fiðu saman og nota Prjónastar 6 og sem að gera náttúrulega alveg svakalega létta og yndislega. Hún sem sagt, ég kom til okkar í Þýskalandi í sumarfríinu með syni mínum og þannig að ég þurfti að klára hana eiginlega áður sem tókst ekki alveg en hún átti afmæli sem sagt daginn eftir að við komum heim þannig að ég kláraði hana í bílferðinni og flugferðinni, eða þessi bílferðinni út á flugvöll. Ekki að það skipti öllu máli, en hún kláraðist og þannig að ég einhvern veginn náði aldrei að mynda hann almennilega. En fekk hana svo tilbaka út á svollu eftir að ég gaf hana. Því að ég var alveg með nákvæm málaði hvað nátti að vera síð og út af því að hún vill hafa svona stuttar. Og hún á eina peysu sem ég gaf henni sem að heitir Strax, sem að var svona einhver viðbót við krókin einhvern tímann og passaði náttúrulega bara fullkomlega á hana og þannig að ég var bara með mælingu bara 48 cm frá hálsmál og niður, ok. Mér taldi mig hafa mælt aftur og aftur og aftur og bara, 48, þetta er komið, felli bara af og hún er tilbúin, en rosalega er hún stutt, þetta er ótrúlega skrítið. Svo bara kom í ljós að hún var alveg bara 40 cm. Veit ekki hvernig ég fór að þessu, en allavega þá er ég búin að síkka hana og tók bara ekki góða mynd af henni, þú veist, liggjandi einhvers staðar. Þannig að ég á eftir að fá mynd af henni í peysunni. Það kemur kannski. Annað, það sem ég gerði líka fyrir sumarfrí var þessi bláskel sem ég notaði mikið úti því að hún er æðisleg í miklum hita. Kannski bara fer í hana. Var ég ekki, ég held ég hafi sýnt hana áður en ég fór út, ég er samt ekki viss. En hún er svo úr hör og bambusblöndu frá Hexax og til þess að fá aðeins annan lit og svona hreyfingi litin í munstrinu notaði ég silki frá dóttir sem að ég fekk gefins á gaddgöngunni sennilega, Ardís vinkona mín gaf mér hespu af því. Þetta er sem sagt peysan bláskel sem að ég er að fara að gefa út á næstu dögum. Ég þarf að klára fyrst peysuna sem ég var einmitt að prjóna í sumarfríinu en er samt ennþá það sem ég er að vinna í, en ég er á seinni erminni og það er þessi hér. Þú veist, þetta er bara svona stutterma útgáfa, þú veist, sem að verður ekkert í uppskriftinu, þetta er bara, þú veist, þú bara hættir að prjóna ermina þegar þú vilt, en hún er sem sagt svona, ermin er með svona poka, eða svona poka, púff, og það er munstur í berustykkinu og svo neðst líka. Þessi, ég verð með hana með mér þannig að þú getur komið og skoðað hana á laugardaginn í Glerhúsunum á Strandgötu í Hafnarfirði. Við verðum þar, ég og Brynja Björk, hún er að gefa út nýja sjalæðuskrift sem heitir Guðbjörg, mjög falleg og Tudea Fíl verður með okkur líka með gagn. Við verðum sérst með fullt af gagni í sjölinn hennar Brynju og meira til örugglega.
Gætir keyptir í þessa peysu líka. Ég býst við að hún komi út í næstu viku. Ég bara, þú veist, ég að klára seinni ermina og á eftir að mynda. Þá ég búin að sýna ykkur eitt, þú veist, verk í vinnslu sem átti samt að vera seinni partur vídeósins. En það alltaf leið, við bara, þú veist, gerum það seinna. Eða búin að því. Og þá ætla ég að byrja að sýna ykkur það sem ég hef klárað. Það sem ég kláraði líka, þú veist, ég prjónaði í henni eitthvað held ég í sumarfríinu, en kláraði hana, þú veist, í sumarfríinu, þegar ég segi sumarfrí, þá ég að meina úti í Þýskalandi. En ég kláraði hana í sumarfríinu, því að, og ég bara að fara að gefa hana einmitt núna næstu dag, sennilega á sunnudaginn. Þetta sem sagt Aurórupeysan sem að ég gerði uppskrift fyrir einhverju síðan og hún sem sagt vaksin upp úr fyrstu peysinu sinni. Hún var svona fölbleik, fjólubleik einhvern veginn með handspunnu í munstrinu frá Artisi og svo þarf hún að fá nýja. Hún búin að vera að spurja mig núna svolítið að því hvort að hún sé ekki verið tilbúin. Hinn orðin svona, þú veist, svolítið stutt og pínu maga. En hún sem sagt fekk að velja garnið sjálf og ég var mjög ánægð með það að hún hafi valið þennan því að þetta náttúrulega minn uppáhaldslitur, grænn, eins og sérst kannski svolítið. Ég talaði að síðasta þáttur hafi verið svolítið grænn. Ég held að þessi sé mun grænni. En þetta Aurórupeysan í stærð 3 til 4 ára og ég notaði sem sagt fínerí og fiðu í aðallitin og svo aftur handspunnið garn frá henni Artisi. Ég pínu ofdegruð af garni og þá sérstaklega handspunnið því að hún Artis gefur mér mest alltaf því sem hann spinnur og ég elska að nota þetta. Ég bara hlakka til að nota næsta. Hvað var líka klárað? Ég kláraði ekki þessa, en þessi var prjónuð fyrir mig af dóttur minni fyrir sumarfríið af því að einmitt ég var að fara út í hita og ég þoli illa hita. Ég ætla bara að sýna ykkur. Og það líka þetta garn frá Hex, hör og bambus, nema að nota 2-falt og ég með alveg geggjaða bóndabrungu. Og bólurinn, sem sagt, eftir Cumulus Blás, kannski ekki alveg besti innanundir við þessa peysu. Gæti nú gert svona fyrir ykkur. Og ég búin að nota hana mikið. Vildi fá hana stutterma og já, hún létt, fellur fallega, svona geggja dreipi í þessu garni og já, alls ekki heitt og bara, já, loftar vel og bara geggjað í hita. Og þá það peysan sem ég kláraði líka í sumarfríinu. Ekki úti, ég náði nú ekki að klára neitt úti því ég var alltaf að byrja okkur að nýju og þessari byrjaði ég á úti. Ég sem sagt fattaði þegar ég var komin út að ég fór eitthvað svona gramsa að sjálfsögðu á netinu hvort að það væri nú einhver gatbúð, einhvers konar í nágrenninu. Ég var svona pínu upp í sveit sko og fann að garnlitarinn Prú Jarns, það heitir Punk Rock Unicorn, geggja skemmtilegt nafn, með vinnustofu og svona smá showcase þarna bara, ég var svona cirka hálftíma frá í akstri. Þannig að við ákváðum að sjálfsögðu að fara þangað og ég verslaði með garn, smá slatta, grænt, já, það var allt grænt. Meðal annars þetta sem að ég keypti. Þetta sem sagt merino og nylon sem svona mitt uppáhalds af því að það bara heldur sér vel og endist lengi. Þetta peysan skrúðvangur sem þú veist, í uppskriftinu á stutterma. Ég bara hélt áfram með ermina, þú veist, maður heldur bara áfram þá bara með sama munstur og ég í bólnum. Og þetta var lengi minn uppáhaldspeysa
en ég er eiginlega búin að ganga mig ekki gegnum hana. Ég var með hana úr non-superwash-gatni og það hentar mér bara ekkert rosalega vel þar sem að ég er mjög heitfeng og hún var bara búin að þæfast bara svona á álagspunktum og orðið svona stíf. Það er ekkert mjög þægilegt. Ég sérstaklega þegar maður vill hafa þetta allt svona voðalega lipurt og fínt. En þessi peysa er svo tilbúin og ég get sýnt ykkur hérna kannski smá. Ups. Svona. Þetta er sem sagt peysan skrúðvangur og hún uppskriftin er til bæði inn á gatbúðettu.is og inn á Ravelry. Ég er að hlakka til að gera fleiri. Svo byttu nú við, hvað kláraði ég meira? Ég held ég sé búin að klára eitthvað meira, ég bara maður ekki alveg. En það sem ég byrjaði á líka í sumarfríinu, ætlaði að klára, en þú veist, það fór ekki allavega þangað. Þessi hérna. Líka græn, það er allt grænt. Ég held ég sé ekki að sýna ykkur neitt. Jú, bláskilin mín er ekki alveg græn, en það er smá grænt í henni. Þessi hérna er svona opin peysa sem að ég heillaðist af á Akureyri þegar ég var í gatni gangi eitthvað tjóman í sennilega voru eða eitthvað. Og Fanney hjá Systrabönd kom í einni slíkri, eiturgrænni. Þú veist, eiturgrænni. Þú veist, ég hef aldrei fengið sömu útskýringarnar á því. Sömu segja það sé mjög dökkgrænt. Mér fannst það bara vera, þú veist, þessi væri eiturgrænn af því að hann var bara svona algjörlega sjálfsandi sturlagræn. Mér langaði líka í svona frekar bjartagræna. Þannig að ég er að nota, ég á eitthvað eftir af svona jak- og silkigatni sem er í fingering gráleika og er að nota fiðu með því. Þetta er sem sagt liturinn Kermit, cirka, ég held að þetta sé Kermit eða næsti litur við, þú veist, samkvæmt, allavega. Stundum vantar með orð, þau tínast þessa dagana. Þetta er peysan Freyja frá Sunnumaríu og það eftir að koma svona kantur hérna og svo eru kaðlarnir, þú veist, áfram niður ermina. Ég sem sagt mátaði hana Fanneyjarpeysu og heillaðist svo af henni. Mér vantar alltaf einhverja opna peysur en er mjög löt að gera þær eða bara, þú veist, finn aldrei þá uppskrift sem að mér langar að gera. Finn ekki einhvern veginn svona nákvæmlega það sem ég er með í hausnum en þessi var þannig. Þannig að þessi, ef við kannski bara segja að hún verði tilbúin fyrir næsta þátt. Já, eða ekki? Jú. Ég veit að er að horfa á þessa hérna líka. Nei, ég veit það ekkert, skilur, kannski er það ekkert að spá hérna. En þetta er peysa sem er búin að vera í vinnslu í nokkur ár. Ég hef hana hangandi hérna í stofunni til þess að geta svona gripið í henni öðru hvoru að því mér langar svo að klára hana. Þetta er svona bara laska peysa með hjartamunstri. Ég mér langar ógeðslega í hana sko. En þú veist, ég mun pottitt klára hana. Ég bara er stundum með aðeins og mörg verkefni í gangi. Myndið þið vilja fá uppskrift af þessari? Ég er svona, alveg veltaði fyrir mér. Ég er að nota hérna Perfect Sock frá Vastnes sem ég var með í búðinni. Í litum sem að bara, eru sturlaðir. Minnir að þessi græni heitir Freisting og þessi bleiki heitir Karol. Það er svona, ef ég man rétt, þá er það. Ég ákvað að, þú veist, ég var eitthvað svona ekki alveg viss hvernig ég ætlaði að láta þetta mætast hérna í löskunum, en er búin að ákveða núna hvernig það á að vera. Ég var eitthvað svona vandræðast með það, en þetta er ekkert eitthvað svona alveg fullkomið hérna, en mun breyta því ef ég gerir uppskrift. Þannig að endilega, ef þið hafið áhuga á henni, ef ykkur langar að prjóna hana, að þá skal ég kannski nenna að skrifa hana upp. Þannig að hún hangir áfram hér þangað til að ég klára hana. Og þessi er komin hérna upp líka. Ég geri þetta rosalega mikið að peysur sem að ég svona,
þú veist, byrjaði á og alltaf einhvern veginn að fresta, setja hérna hengiður upp hérna í stofunni hjá mér, ég sem sagt bara heima hjá mér, ekki niður á vinnustofu og hérna þá eru þær alltaf hérna og sé ég þær alltaf og það hefur enginn kvartað yfir þessu heimilinu, þetta er bara að færa að hanga þarna. Annað verk í vinnslu hérna, það ég er búin að gefa út þessu uppskrift. Þetta er sem sagt uppskriftin af, þetta eru hérna grallarasokkar með sveinuhæl sem að hérna kom út bara núna í sumar og nema hvað að ég var sjálf ekki búin að gera seinni sokkinn en ég er að klára hann, það er ógeðslega lítið eftir. Ástæðan fyrir því að hann er ekki búinn er að ég kláraði þetta gatn hérna, gula gatnið og hérna, já, þarf að nota, ég hugsa að nota bara, þetta er aðeins, nei, þetta er örugglega bara svipa. Ég ætla að nota, hérna, fá ágangina þessu til að klára þennan sokk. Þetta er ég að nota í nýja sokkauppskrift sem ég er að prjóna núna. Ég ætla ekki að sýna ykkur það af því að þetta er, þú veist, þetta er mjög lítill partur af uppskriftinni, mjög lítill, bara pínupáns. Ég ætla að ekki sýna ykkur það af því að þetta er hérna, verður í fyrsta áskriftarpakkanum, september, þessi uppskrift, þessi sokkauppskrift. Það eru sem sagt sokkar og smá tvíbandamunstur. Nú er ég kannski að sjá mikið, ég veit það ekki. Nei, er það ekki allt í lagi? Ég kannski bara svona, tek hljóðið af þegar hérna, ég fer í þetta til að, þú veist, ef ég ákveða að segja ekki frá þessu. Hvað er ég að gera meira? Jú, ég er að vinna í mjög spennandi peysu úr gatni sem að ég keypti líka úti og er búin að hanna uppskrift. Eða sem sagt, ég er búin að hérna, ákveða hvernig berustykkið á að vera og búin að gera svona pröfu og er að fara að senda hana í pröfuprjón bara núna næstu daga. Þar ég komi með pröfuprjónir í þetta. Þetta er svona, ég er að gera þetta í samstarfi við Pró, hérna litaran. Þannig að það er svona, já, skemmtilegt samstarf og verður gefin út í byrjun október. Þegar ég er að fara út á Berlin Knit sem er ný prjónahátíð. Hvað var meira? Er ég ekki með meira í, þú veist? Jú, ég er með fullt af öðrum verkefnum í vinnslu alveg örugglega, en þau eru mikið í vinnslu. Þetta er það sem er akkurat núna. Þannig að ég held að sé ekkert fleira í dag sem ég ætla að segja ykkur. En jú, áskriftarpakkin. Ég sem sagt hef verið með í nokkur ár. Svona mjög random áskriftarpakka því að ég var yfirleitt að skipuleggja þetta bara hvern mánuð fyrir sig. Þetta var ekki endilega alla mánuði á ári og meira svona bara eftir því hvað hentaði mínu vinnuspanni. Ég er sem sagt núna búin að setja inn á vefverslun. Það er hægt að kaupa, ég er búin að ákveða næstu 4 pakka sem er, þú veist, september, október, nóvember og desember og búin að setja þá alla í sölu. Getur keypt bara stakan mánuð í hvers skipti, þú veist, byrjaði að kaupa september og séð bara, þú veist, hvort þetta sé eitthvað sniðugt eða hvort þetta sé eitthvað sem að þú fílir. Og svo bara þá bætt við október ef að þið langar til þess eða bara, þú veist, sérðu að þetta er ekki eitthvað sem að þér finnst skemmtilegt. Þú getur líka keypt alla pakkana í einu. Það er þá sem sagt 4 pakkar og þeir eru með stýrir. Ég er með svona veglegan pakka, það er svona peysumagn í desemberpakkanum. Annars er þetta, þú veist, vettlingaverkefni, sokka eða eitthvað svoleiðis. Það fylgir sem sagt uppskrift með, held ég, í öllum pakkanum og nema, þú veist, í síðasta þá getur þú valið eitthvað á milli.
það er hægt að lesa allt þetta inn á gatbúettu.is. Það er hérna linkur bara á forsíðunni inn á þetta. Og já, þetta hefur verið ótrúlega skemmtilegt. Ég lita allt sérstaklega í þetta og það eru 4 hérna litamöguleikar. Þú getur fengið grænan pakka, bleikan pakka, bláan pakka og svo jarðlitapakka. Þannig að þú getur svolítið valið hérna, þú veist, hvaða lit fílar þú og þú veist, það er ekki að koma sami blái alltaf í alla pakkana, heldur bara, þú veist, þemað er blátt. Og við sjáum svona pínu hvers konar bláir litir þetta eru á myndunum sem fylgja hérna. Ef þú velur að kaupa alla 4 saman, þá er 15% afsláttur af því. Minnir að hann gildi alveg fram til 1. september. Og ef þú vilt kaupa þú veist, allan pakkan, alla 4 saman með þessum afslætti, þá getur þú sendt mér bara, þú veist, ef þú vilt ekki endilega fá þá alla í bláu, að þá getur þú bara hérna sett inn í skilaboðin sem er hægt að setja inn þegar þú ferð að borga. Ef þú vilt, þú veist, mismunandi liti eftir mismunandi mánuðum. Og þá skrifa ég það hjá mér og hérna, já. Allavega, hvað svo? Hvað er á dagskránni? Það er, já, á laugardaginn verðum við þarna í Glerhúsinu, eins og ég sagði ykkur áðan. Og svo getur verið að það sé í bígerð prjónakaffi í september, svona eins og ég var með alltaf í búðinni á laugardegi. Er bara að bíða eftir smá upplýsingum og varðandi staðsetningu og svo þannig að það verður væntanlega pláss fyrir bara alla sem vilja koma. Segja ykkur meira frá því þegar að það er komið fast. Já, þá held ég að ég sé bara búin í bili. Og ef það er eitthvað sem þið viljið fá upplýsingar eitthvað sem að, þú veist, ef það er eitthvað sem að þið viljið að ég taki fyrir í svona, hérna, í Garngubbs þáttunum, þá bara endilega látið mig vita, já, þú veist. Sendið mér bara skilaboð og eða kommentið undir eitthvað, eða, þú veist, ég ákvað að taka þetta upp í svona í dag til þess að setja þetta inn á YouTube. Það er auðveldar að hlaða þar inn svona löngu, það er svolítið leiðilegt inn á öðrum svona. Þannig að ég geri kannski bara styttri út, nei ég veit ekkert, ég bara seti þetta inn svona. Og þetta verður inn á YouTube. Alright. Þá bara segi bless. Takk fyrir mig í dag, takk fyrir að hlusta. Eða horfa líka, ég vona.